Við erum náttúrulega fulltrúi hinir nýju fjölmiðla. Já. Sem kannski væri nú gaman að spyrja þess, svona kannski rétt í lokin. Það svona þessi fjölmiðla, því að eru með þessi samskipti efnisveitu og bjóða fólki upp á efni. Því hafi enga sérstakann áhuga á að auka viðveru ykkar meira á fjölmiðlamarkaði. Eða horfið sko kannski bara á að hann sé svolítið að þróast og myndast sjálfur eins og í gegnum hlaðvörp. Við sjáum að það er svolítið erfiðleikar hjá fjölmiðlafyrirtækjunum. Já, svona hefðbundnir fjölmiðlar vissulega hafa aðeins átt erfitt uppdráttar eftir kannski samfélagsmiðlarnir tóku yfir og allir eru orðnir kannski sin eigin fjölmiðl. Og mér finnst það í raun miður því að ég er mjög ánægð með í raun fjölbreytnina sem þessi nýja tækni býður upp á en auðvitað vill maður hafa einhverja svona kjölfestu í opinberri umræðu og það sem maður getur treyst á svona hlutlausar skoðanir þótt að það sé nú kannski ekki alltaf raunin. En það er þannig að við höfum kannski ekki beint verið að horfa til þessa. Við í raun sjónvarpsreksturinn okkar hefur verið byggður upp með mjög lítilli yfirbyggingu. Við höfum fókus á að setja fjárfestinguna í efnið, þannig við getum verið að bjóða upp á besta efnið, en verið með sem minnst í raun svona framleiðslu. Heldur verið að gera samninga við þá sem eru góðir í framleiðslu og erum þá þar að leiðandi ekki líka með mikla fjárbindingu í tækjum og tólum og stúdíói. Og þið eru ekki að fara yfir að setja fréttastofu, ég trúi því ekki að ég... Það eru allavega ekki komið til tals. Mér dettur það ekki í huga að þið ætla að fara sýnarleiðina, það er frekar að fari símaleiðina. Ekki tala svo, kannski fréttastofu verði bara inn aftur, Jón, við vitum það ekki. Sko, heyrðu? Já, hringrásin er...